Í Reykholti í Biskupstungum má finna bæinn Friðheima. Þar búa ferðaþjónustubændurnir Knútur og Helena ásamt 5 börnum. Í þættinum í dag ætlum við að kynnast þeirra búi nánar. Knútur Rafn Ármann og Helena Hermundardóttir eru bæði úr Reykjavík. Þau kynntust 17 ára gömul í Fjölbrautaskólanum í Breiðholti en eftir það lágu leiðir þeirra í sitthvora áttina. Helena fór í Garðyrkjuskólann í Hveragerði en Knútur fór norður á Hóla í hestafræðideildina. Við gengum svo með þann draum í maganum að flytja upp í sveit og reyna að búa með tómat á hesta eða garðyrkju á hesta. Og við vorum svo lánsum að árið eftir að við útskrifumst 1995, 25 ára gömul, að þá duttum við á þennan yndislega stað Friðheima. Friðheima er sem sagt gömul garðyrkjustöð í Biskupstungum. Stofnuð 1946 en þegar við komum hingað hafði enginn búið hér ykkur 3, 4, 5 ár. Þannig að svona staður er staði í eyðu og mikilli niðurneyslu en ódýr staður fyrir unga krakka til þess að kaupa. Eins og Knútur sagði var staðurinn allur að drabbast niður þegar þau keyptu hann. Íbúðarhúsið, sem er með 8 svefnherbergjum, var nánast dæmt ónýtt og þeim ráðlagt að rífa það og byggja nýtt. Ég náttúrulega alltaf enga pening þannig að við gátum skipt þakið og erum sem búin að vera að taka það svona smá saman í gegn og erum búin að taka það allt í gegn að innan og fylla það börnum, við höfum 5 börn, þannig að það er svona líf og fjör í húsinu. Þau hafa þó ekki einungis skert upp íbúðarhúsið, því Garðyrkjustöðin hefur einnig hlotið miklar umbætur. Það voru hér 2 gömul gróðurhús, annað er að rifa fljótlega en hitt erum við búin að byggja allt í kringum og hækka það hús upp. Þetta voru sem sagt 600 fermetrar og í dag er Garðyrkjustöðin 5000 fermetrar, öll upplýst og úr henni erum við að tína svona meðaltali 1 tonn af tómatum á dag sem við sendum inn á markað. Og síðan er aðstaðan í kringum svona ferðaþjónustu þáttinn alltaf orðin sjálfsög meira og meira. Við vorum að taka í notkun núna í sumar nýtt svona vinnslu og keislueldhús og skrifstofur og síðan erum við náttúrulega með aðstöðu fyrir hrossin okkur líka, þannig að við erum með hesthús fyrir 20 hross og sýningavöll og stúku og í kringu það. Og síðan þurfum við að hafa svolítið húsnæði fyrir starfsfólkinu okkar því að þegar við byrjuðum með 95 þá var þetta bara að vinna fyrir helunu. Ég þurfti að sækja mig vinnu annars staðar en í dag erum við með 47 manns í vinnu yfir sumartímann en 37 manns yfir vetrartímann. Í dag erum við með 11 íbúðir sem við eigum, sem við leigum út til okkar starfsfólks og vantar eiginlega meira húsnæði ef eitthvað er sko. Eins og sjá má hefur mikil uppbygging átt sér stað hjá þeim Knúti og Helenu. Fyrir 8 árum síðan tóku þau svo það skref að gerast ferðaþjónustubændur og opna búið fyrir almenningi. Fyrst var það svona hugsað svolítið í kringum hestan okkar, þannig að við byggum til svona hestasýningu og hesthúsa heimsókn sem við erum með starfandi allt árið kring, sem með tónlist og tali og við eigum hana til á 14 tungumálum. Ríðum fyrst með svona fána og svo erum við með svona gangtegundasýningu þar sem við sýnum vel allar þar 5 gangtegundir sem íslenski hesturinn svo þekktu fyrir. Töltið tekið sérstaklega, þannig að þá ríðum við með bjór og til að sýna hvað töltið er mjúkt og gott ásetu og svo tekið svona skeið í restina. Og þetta er svona verkefni svolítið sem við settum upp með krökkunum okkar á sínum tíma, þannig að þau hafa oft verið svona hluti af sýningunni, tekið þátt við fólki finnst voða gaman að sjá litla krakka á hestbaki, sjá hvað hesturinn okkar er ótrúlega fjölhæfur. Svona sem hestamanni þá er maður náttúrulega óendanlega stoltur af okkar íslenska hesti og leiðist aldrei að útbreiða hróður hans. Út frá þessu fóru þau að fá fyrirspurnir hvort að þau gætu ekki tekið á móti fólki inn í gróðurhúsi líka. Sem þróast yfir það að við byggum okkur til síðan gestastofu inn í gróðurhúsi þegar við stækkuðum hjá okkur Garðyrkjustöðina 2012 og opnuðum þar þá veitingastað sem við erum með núna opið allt árið kring sem tekur 130 manns í sæti. Þannig að þetta litla, átti að vera svona lítil sæts hliðarbúgrein og hún er orðið mikið stærri og meiri heldur en okkur orðan okkur sinni fyrir. Fyrsta árið okkar þegar við opnuðum hjá okkur búið þá tókum við á móti 900 gestum. Ég man hvað ég var stoltur hvað margir komu að heimsótta okkur það árið. Svo í fyrra aftur móti 8 árum seinna og þá tókum á móti rúmlega 135.000 gestum. Man svona yljar á innan að finna það hvað margir hafa áhuga að koma upp í sveit og sjá hvað við bændur erum að brasa og líka náttúrulega bara sýnir okkur hvað er ótrúlega mörg tækifæri í að flétta saman ferðaþjónustu og landbúnaði því að það er svo ótrúlega mögnuð flétta, þetta er eitthvað sem margir hafa svo mikinn áhuga á. Sjá bara það að sko tómatarnir vaxa ekki í búðunum. Gestir sem koma í Friðheima fá fræðslu það hvernig ræktunarferli gengur fyrir sig. Fólki sem kennir gróðurhús að það er að svona bæði að koma og sjá hvernig við Íslendingar förum að því að rækta tómata allt árið kring sem mörgum erlendum gestum okkar finnst bara mjög skrítið. Komandi hér með þá hugmynd að hér séu langir, dimmir og kaldir vetur og hér sé nú ekki mikið hægt að rækta en svona þegar við förum það í gegnum það með hvernig við nýtum heita vatni til þess að kynda hjá okkur. Í Reykholti erum við bæði með goshver og 2 borholur, þannig að vatn er alveg 90–95 gráðu heitt þegar kemur inn til okkar. Og svo nýtum við náttúrulega ljósin okkar eða rafmagni til þess að búa til sól eða ljós fyrir plönturnar okkar allt árið kring. Og erum náttúrulega stolt af því að Íslandi er alltaf okkar rafmagn, grænt rafmagn búið til við heitu eða köldu vatni. Þannig að við getum gert þetta með svona dyggri aðstoð náttúrunnar
En það sem líka svo gaman að segja frá að við getum gert þetta svo hollan og heilbrigðan hátt. Og það svona sérstæða íslenskrar ylræktar og íslensk grænmetis ótrúlega mikil. Og þar spila náttúrulega svona lykil hlutverk vatni okkar, íslenska vatnið. Því grænmeti bara svo mikið vatn. Tómatar eru 92% vatn, agúrkur eru 96% vatn, salat 98% vatn. Þannig að auðvitað skiptir það rosalega miklu máli hvers konar vatn það sem að plantan vökvu og þar með skila það sig í hollust og heilnæmi vörunar. Síðan líka það að vitandi það að við erum eyja og þetta norðarlega og þá ekkert svo mörg meindýr sem við erum að kljást við. Þannig að við notum engin eitur eða varnarefni í gróðurhúsum okkar. Við erum bara með svokallaðar lífrænar varnir, svona góða flugu á móti slæmri flugu. Ég segi að stundum það frá orust á hverjum degi í Friðheimum, milli svona góðu gæina og slæmu gæina og svo það svona okkar hlutverk garðyrkjubænda að sjá til þess að það sé örugglega þeir góðu sem að vinna, ef ekki þá fjölgum við í okkar her. Og síðan náttúrulega segjum við okkar gestur frá því hvað skiptir miklu máli fjarlægð við markaðinn. Að tómatar sem við tínum hér snemma á morgnana geta verið konur í verslanir seinnipartinn eða morguninn eftir, sem gerir það að verkum að við getum boðið neytendum upp á eins ferska vöru og mögulegt Og eins líka gerir það að verkum að eins og í tómatum getur leyft þeim að þroskast eða róðna á plöntunum því eftir sem við tínum það rauðari þeim bragðmeiri eru þeir. Svona gróðurhús verða vissulega að vera vel tæknilega búin. Knútur getur stýrt öllu ferlinu, allt frá vökun yfir í birtustig í gegnum símann sinn hvar sem hann staddur. Með svona dyggri aðstoð náttúrunnar og tækninnar getum við búið til fullkominn dag fyrir plönturnar okkar alla daga ársins. Og það með skila að það okkur hámarksgæðum í aldinni sem gerir svona Ísland eiginlega kjörlandi til ylræktar. Í Friðheimum eru 600 býflugur í vinnu á degi hverjum. Það gegna lykil hlutverki í tómatræktuninni. Þetta það sem við köllum svona humlur á Íslandi, þannig að það eru mjög vinnanlegar, þannig að ef það koma til okkar, það getur bara ýtt þeim frá. Og það sem sagt fljúga og frjóka fyrir okkur blómin í efstu klösunum til þess að úrverði tómatar. Við kaupum þær inn í svona kassa eða bara búi, þannig að þegar við kaupum þær inn þá í búinu sem sagt ein drottning sem kemur ekkert út og 60 þernur, svona kvenkynsflugur sem að vinna sjálf sér allan daginn. En þernurnar þær lifi ekki nema svona 6 til 8 vikur eftir við komum til okkar, þá bara þeirra líftími búinn. En á svipuðum tíma það fer að gerast og þá fer drottningin að klekja út nýjum flugum og ekkjunum sínum og þær koma út og mikið af því eru kallflugur og þeir ekkert að vinna. Þeir eru bara flugum og leita sér nýjum drottningum. Og þá eiginlega búið orðið gagnslaust fyrir okkur, þannig að við erum að skipta því út. Þannig að við erum að kaupa svona 3, 4, 5 svona búi hver einustu viku. En aftur á móti þernurnar eru ótrúlega vinnusamar. Þær eru svona heimsækja svona cirka 2000 blóm á dag og þær eru svo sniðugar að þær merkja blómin sem eru búin að frjóka og að gera þetta bara fyrir sig, svo sé ekki alltaf að fara í sama blómi. Og við nýtum okkur síðan þessar merkingar til þess að ákvarða hversu marga flugur við kaupum inn síðan vikun eftir. Þannig að náttúran eitthvað svo fullkomin og það eitthvað það sem svo gaman við þetta líka. Eftir að hjónin í Friðheimum byrjuðu að taka á móti gestum inn í gróðurhúsunum, langaði þau til þess að taka það skrefinu lengra. Þannig að við ákveðum að opna veitingastað inn í miðju gróðurhúsi. Þannig að allir okkar gestir sem að komi á veitingastaðinn þeir fá kynningu á því hvernig við ræktum tómatana allt árið kringum Íslandi. Og síðan matseðillinn allur frá plöntunum sem við setjum á hliðina. Matseðillinn mjög einfaldur og samanstendur af 3 aðalréttum og 3 eftirréttum. Tómatsúpan sérlegur sérréttur Friðheima enda eru seldur 200 lítrar af henni á degi hverjum. Á barnum við erum með 4 marjur, við erum með Bloody Mary, Healthy Mary, Happy Mary, Virgin Mary. Sem að bragðast að eigin sögn einstaklega vel og eflaust eru margir á sama máli og ég. Enda varð eftirspurnin til þess að Knútur og Helena tóku enn eitt skref fram á við og bjuggu til vörulínu sem þau selja í Friðheimum til þess að fólk geti tekið bragðið með sér heim. Þar erum við að búa til inn í okkar eldhúsi eins og sultur, eins og barbecue-sósur, eins og drykki, súpur, desertsósur, svona hitt og þetta úr tómundum og gúrkum og gerir það verkum að við getum nýtt alla okkar framleiðslu. Allur annar flokkur, of litli tómatar, rispaði tómatar eða græni tómatar sem náðu ekki að verða rauðir, við getum nýtt þetta allt saman inn í eldhúsi. Og svo fór orðið að spyrjast út. Þannig að við ákveðum að opna vefverslun, þannig að nú erum við að senda matarminningrip allan heim eftir okkar gestum. Og mér fannst það mjög sérstakt, ég segi stundum frá því, við sendum 6 lítra tómatasúpu til Mexíkó daginn og þetta var svona eins og senda kaffi til Brasilíu fannst mér sko. En svona sýnir líka tækifærin sem eru til í íslensku landbúnaði. Megnið af því grænmeti sem selt á Íslandi íslenskt. En það áhyggjuefni fyrir íslenska grænmetisbændur að fá verslanir á borð við Costco til landsins? Það þarf ekkert að vera áhyggjuefni og á ekkert að vera áhyggjuefni því við fögnum allri samkeppni og við viljum að neytandinn hafi val. En það verður fyrst áhyggjuefni þegar viðkomandi verslun kannski býður ekki upp á íslenska vöruna. Og það engin samkeppni. Það engin samkeppni þú ert ekki með. Og mér finnst það svona frekar dapurt fyrir íslenska neytanda að hafa ekki þetta val. Knútur segist hafa mikla trú á íslenskum landbúnaði í heild sinni
og ekki síst garðyrkjunni. Fólk alltaf að fatta það meira og meira, það skiptir ofboðslega miklu máli hvað við látum ofan í okkur. Það held ég að garðyrkjan eigi bjarta framtíð fyrir sér, því þar erum við náttúrulega með vatnið okkar góða og getum boðið upp á rosalega mikla hollustu og heilnæmni í vörunni. Knútur hvetur ungt fólk sem hugmyndaríkt og metnaðarkennt að hika ekki við að demba sér á stað. Bæði landbúnaði og ferðaþjónustu ótrúlega mörg tækifæri, það svo margt hægt að gera og menn dettur eitthvað sniðugt í huga, þá þarna stór markaður í sjálfu sér fyrir það. Í báðum þessum greinum ótrúlega mikil sóknarfæri og mikil tækifæri. Og á þessum orðum endum við heimsókn okkar í Friðheima.